Eina nóttina, 2 dögum fyrir jól, byrjaði að snjóa. Það snjóaði og snjóaði og snjóaði og snjóaði alla nóttina. Milljónir og billjónir og trilljónir stórra hvítra snjóflygsna huldu gjörvallan heiminn. Þegar morgnaði var stórfurðulegt að sjá hve mikill snjór hafði fallið. Öll húsin, öll trén, allir vegir og öll tún voru þakin snjó. Það var næstum eins og gríðarstór hvít ábreiða hefði verið lögð mjúklega yfir allt. Allt var hvítt, hvert sem litið var, og þá braust sólin fram. Og það gerðu krakkarnir líka. Þeir voru allir kappklæddir og dúðaðir treflum, ullarfötum, vettlingum og stígvélum svo þeir fengi ekki hver. Allir krakkarnir voru frá sér numdir að sjá svona mikil snjó og það engin furða vegna þess að þetta var meiri snjór en þeir höfðu nokkru sinni séð. Sumir þeirra fóru á sleða að renna sér á fleygiferð niður brekkurnar. Sumir þeirra sem áttu ekki sleða köstuðu snjóboltum hver í annan. Einn smástrákur bjó jafnvel til snjóbolta sem var jafn stór honum sjálfum og sumir krakkana bjuggu til snjókalla. Og svo var komið aðfangadagskvöld. Eins og venja var í þessu landi fóru öll börnin snemma heim til að fara svo snemma að hátta svo þau gætu farið snemma á fætur til að athuga það sem jólasveinn hefði fært þeim. Og einmitt þetta jólakvöld var jólasveinn í vanda staddur og vandinn var sá að það hafði snjóað svo mikið að hann satt fastur, alveg blýfastur. Það var svo mikill snjór að hreindýrin hans gátu bara alls ekki dregið sleðan hans sem var þunghlaðinn öllum gjöfunum sem hann átti að færa öllum börnunum. Æ, hvaða vandræði, hugsaði jólasveinn með sjálfum sér. Æ, hvaða vandræði, hvað á ég að gera? Hann settist á pokann sinn og hugsaði það hvernig hann gæti komið öllum gjöfunum til allra barnanna áður en jólanóttin væri á enda. Æ, hvaða vandræði, sagði hann upphátt og stundi. Nú vildi svo til að jólasveinn hafði orðið fastur rétt hjá snjókalli sem krakkarnir höfðu búið til. Og þetta gaf honum hugmynd. Góða hugmynd. Mjög góða hugmynd. Snilldar hugmynd meira að segja. Hvernig litist þér á að hjálpa mér? Spurði hann snjókallinn. En snjókallinn svaraði þetta ekki, því að snjókallar get ekki talað, eða hvað? Auðvitað verð ég að nota einhvern galdrana minna til að lífga hann við, hugsaði jólasveinn með sjálfum sér og togaði þrisvar í hvíta skeggið og muldraði einhverja jólasveina töfratölu. Allt í einu mætti segja eins og með töfrum lifnaði snjókallinn. Sæll jólasveinn, sagði herra Snær, en það hét snjókallinn. Þú verðist stálfastur ef þú spyrð mig sem þú gerðir ekki, en ég segi það samt. Og ef þú spyrði mig aftur myndi ég segja þér veitt ekki á hjálparhönd ef þú skilur hvað ég á við, sem þú gerir líklega, því að það líkast til þess vegna sem þú lífgaði mig við, sem þú gerðir áræðanlega til ég geti hjálpað þér. Herra Snær var eins og ykkur hefur kannski skilist frekar málgefinn snjókall. Þú áttir kollgátuna, sagði jólasveinn. Við skulum þá byrja. Og það gerðu þeir. Herra Snær ýtti jólasveininum að gríðarafli og þeir hentust áfram. Þeir skiptu með sér verkum. Herra Snær átti að sjá að réttu leikföngin handa réttu strákunum og réttu leikföngin handa réttu stelpunum færu í réttu pokana.
Jólasveinninn átti að sjá að fara með réttu pokana, niður réttu reykháfana og færa réttu leikföngin réttu strákunum og réttu leikföngin réttu stelpur. Herra Snær og Jólasveinninn sáu að Sólveig fengi bangsann sinn. Herra Snær og Jólasveinninn sáu að Pétur fengi lestina sína. Og herra Snær og Jólasveinninn sáu jafnvel að Jóhanna litla fengi bleika tístufílinn sinn að leika sér að í baðinu. Og allt í einu uppgötvuðu þeir að þeir höfðu lokið þessi sameiningu. Mig langar til að þakka þér innilega fyrir að hjálpa mér við að færa öllum réttu strákunum réttu leikföngin, sagði Jólasveinninn og hristi lúkun á herra Snæ. Að ógleymdum öllum réttu leikföngunum handa réttu stelpunum, svaraði herra Snær og hristi lúkun á Jólasveinninn. Þá víst best að breyta þér í snjókall aftur, sagði Jólasveinninn. Þakka þér fyrir einu sinni enn og vertu sæll. Mín var ánægjan, sagði herra Snær brosandi. Og vitiði hvað? Upp frá þessum jólum og allt fram á síðustu jól hefur Jólasveinninn alltaf valið snjókall sér til hjálpar. Svo að, ef þið skildu nú einhvern tíma búa til snjókall, þá vissar að gæta þess að gera hann rétt og vel, því að hver veit nema hann yrði herra Snær.